Þetta verkefni 19 goðafræði liður 10 og þar á að setja stigskipt áherslumerki á þennan texta hérna vinstra megin í töflunni sem á eftir fyrirsögninni 2 hafamál. Byrjum á því að velja textan, förum svo á Home og veljum hér multilevel list eða stigskiptan lista, ekki númeringu, en reynum að velja svona sem eitthvað með áherslumerkjum. Ég ætla að byrja á því að velja þetta hér. Við fáum 1 merki á allar, af því allar eru á fyrsta þrepi þessar greinar. Við þurfum að fara þessar aftur inn í valmyndina, hérna næst neðst Define New Multilevel List og getum svo hér á þessu 3 þrep hérna, þar getum við breytt merkjunum eins og okkur finnst passa. Gætum við auðvitað nota þessi, en nú ætlum við að prófa að breyta því. Hér sjáum þið sniðið sem og svo getum við valið hér undir Number Style for this level. Ef þið viljið eitthvað hér neðst á listanum, kannski sem þið hafa verið að nota nýlega. Ef ekki, ef það til dæmis ekki svona tvöföldur, þá getið þið valið hérna undir þessu hér New Bullet. Ég hins vegar með þetta á listanum hjá mér að því ég nýbúin að vera að nota, þannig að þá get ég valið á fyrsta þrepið þessa tvöföldur hér. Síðan smelli ég hér í 2 og vel svo annað útlit í staðinn fyrir þessa pílu hér. Sjáum hvort eitthvað til á listanum hérna neðarlega. Við gætum auðvitað nota punkt, en þarna einhver smá kassi. Ég með það hér, en ef ekki, þá bara veljið þið eitthvað annað. Þá ég komið á 2 þrep. Hér vel ég svo 3. þrepið og ætla að breyta því. Smelli hér og ætla að prófa núna að velja New Bullet. Þá opnast hérna ný töfla. Það töluvert mikið af þessum töflum sem þið getið valið úr. Webdings og Wingdings og Symbol eru ágætis töflur til þess að finna ýmislegt. En svo hægt að velja hér eitthvað ýmislegt og ef við reynum að finna hér eitthvað kannski svona eins og checklista, þá getum við rennt hérna yfir þennan lista hér, skoða, það líka hér eitthvað meira fyrir neðan. Hér alls konar örvar og hér svona hak, eða eins og fyrir tekka. Vel það og set svo OK. Þá ég komið með ný tákn, ný áherslumerki á þennan stigskipta lista. Þess að vera hér á fyrsta þrepi og nú ætlum við að velja hvernig merkin raðast inn. Og vel hérna Set for all levels og það gefið upp að inndráttur frá vinstri eða þrepun á textanum vera 0,6 og fyrsta þrepið á að vera með 0,6 hér. Staðar á þessu áherslumerki á fyrsta þrepi, dregst inn 0,6 hérna. Næsta þrep þá sem sagt textin á að raðast þá inn 0,6 í viðbót, þannig við þurfum að fara upp í 1,2. Merkið raðast inn 0,6 og textið þá 0,6 innar, semst 1,2 og við hvert nýtt þrep ábætast við 0,6. Þannig við þurfum að stilla þetta svona til þess að þetta raðist á eins og við beðið OK, og svo aftur hér. Allt áfram á fyrsta þrepi, en ef ég prófa að smella svo í næstu grein fyrir neðan, þá nota ég inndráttarknappinn hérna á Home Paragraph, Increase Indent til að bæta við inndrætti. Og svo hér næsta fyrir neðan ef ég prófa að fara inn 2 og svo þetta síðasta hér á fyrsta þrepi. Þá lítur þetta svona út.